Nú voru 2 dagar til páska og hátíðar ósýrðu brauðanna og æðstu prestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu handsamað Jesú með svikum og tekið hann af lífi. En þeir sögðu, ekki á hátíðinni, þá gæti orðið uppþot meðal fólksins. Jesús var í Betaníu, í húsi Símonar líkþráa og sat að borði. Þá kom þar kona og hafði alabaksturspurk með ómenguðum dýrum nardusmyrslum. Hún braut buðkinn og hellti yfir hofið honum, en þar voru nokkrir gramdist þetta og þeir sögðu sín á milli, til hvers þessi sóun á smyrslum? Þessi smyrsl hefði mátt selja fyrir meira en 300 denara og gefa fátækum, og þeir aðdyrtu hana. En Jesús sagði, látið hann í friði. Hvað eru þið að angra hana? Gott verk gerði hún mér. Fátæka hafið þið jafnan hjá ykkur og getið gert þeim gott nær þið viljið, en mig hafið þið ekki ávalt. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til greftrunar. Sannlega segi ég ykkur, hvar sem fagnaðarerindið verður flutt, heim allan, mun og getið verða þess sem hún gerði og hennar minnst. Júdas Ískarjót, einn þeirra 12, fór þá til æðstu prestanna að framselja þeim hann. Þegar þeir heyrðu það, urðu þeir glaðir við og hétu honum fé fyrir, en hann leitaði færis að framselja hann. Á fyrsta degi ósýrðu brauðanna þegar menn slátruðu páskalambinu, sögðu lærisveinar hans við Jesú, hvert vilt þú að við förum og búum þér páskamáltíðina? Þá sendi Jesús 2 lærisveina sína og sagði við þá, farið inn í borgina og ykkur mun mæta maður sem ber vasker. Fylgið honum. Og þar sem hann fer inn, skuluð þið segja við húsaráðandann, meistarinn spyr, hvar herbergið þar sem ég get neytt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sýna ykkur loftsal mikinn, búinn hægindum og til reiðu. Búið þar til máltíðar fyrir okkur. Lærisveinarnir fóru, komu inn í borgina og fundu allt eins og hann hafði sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Kvöldið kom hann með þeim 12. Þegar þeir sátu að borði og mötuðust, sagði Jesús, sannlega segi ég ykkur, einn af ykkur mun svíkja mig, einn sem með mér etur. Þeir urðu hryggir við og sögðu við hann einn af öðrum, það ég? Hann svaraði þeim, það einn þeirra 12. Hann dýfir brauðinu í fatið með mér. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann ritað, en vei þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Þá þeir mötuðust tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það, gaf þeim og sagði, takið, þetta líkami minn. Og Jesús tók kaleik, gerði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir. Og hann sagði við þá, þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga. Sannlega segi ég ykkur, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins til þess dags ég drekka nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsönginn fóru þau til Olíufjallsins.
Og Jesús sagði við þá: Þið munuð allir hafna mér, því ritað er: Ég mun slá hirðinn og sauðirnir munu tvístrast. En eftir að ég upprisinn mun ég fara á undan ykkur til Galíleu. Þá sagði Pétur: Þótt allir hafni þér, geri ég það aldrei. Jesús sagði við hann: Sannlega segi ég þér, nú í nótt, áður en hani galar tvisvar, muntu afneita mér þrisvar. En Pétur kvað enn fastar að: Þó að ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir.